en reynir á. Félagsmiðstöð á Flakki er tímabundið tilraunaverkefni sem sveitarfélagið Skagafjörður leggst í september og október. Ræðir félagsstarf fyrir eldri borgara allan fjörð en í stað þess að sveitafólkið þurfa að mæta í hús frítímans á Sauðárkróki verður frístundastarfsemin færð til þeirra í heimabyggð. Það sem við hugsum með þessu tilraunaverkefni í rauninni bara að fara á hvern stað fyrir sig og hlera hvernig fólk vill hafa hlutina, hvernig fólk hefur það eftir þennan langa skrýtna vetur. Fyrst fengum við þetta veður og svo kom COVID. Þannig að margir eru mögulega bara búnir að einangrast svolítið heima og það í rauninni allt í boði. Ég hugsa að ég taki með mér spilastokk og vona að einhver komi með prjóna, en annars þetta mest bara að hugsa sem spjall. Að koma og hittast og taka samtalið hvað hver og einn getur gert í sinni heimabyggð. Af því að eins og ég segi, þetta eru 9 staðir sem ég að fara á og þá í sveitarfélaginu Skagafirði og Akrahreppi. Hvernig eru viðbrögðin svona til að byrja með? Þið eru aðeins búin að reyna að ná sambandi við þá sem að mögulega myndu koma. Hvernig eru viðbrögðin? Ég byrjaði aðeins bara núna í ágúst eftir sumarfrí og þau eru mjög góð. Og það verður eiginlega að segjast því lengra sem að maður fer frá þéttbýliskjörnunum, því mun ánægðara fólk að vera að fá eitthvað svona til sín. Þjónustu til sín, virkni til sín inn á sitt svæði af því að eðli málsins samkvæmt fólk ekki að fara að keyra 100 kílómetra til að grípa í spil og svo heim aftur. Þannig að við viljum bara athuga hvort að þetta eitthvað sem möguleiki til framtíðar að fara frekar með félagsstarfið til fólks. Þannig í rauninni ef að þetta gefur góða raun þá gæti þetta kannski verið eitthvað sem komið til að vera. Ég vona það, en það veltur allt á bara hvernig til tekst núna og hver eftirspurnin verður upp á framtíðina. Hvað það svona sem að þú ert að gera aðalega? Ég sé að hluta til öldrunarþjónustuna hjá sveitarfélaginu sem að þjónusta inn á heimilin, sem sagt félagslega heimaþjónustuna og halda utan heimsenda matinn. Fer og geri mat á þeim og svona til að meta þjónustuþörf á öllum sem sækjum. Svo ég ráðgefandi varðandi málefni eldri borgara hvort sem fólk í þjónustu hjá okkur eða ekki. Og svo ég í þessum almennu félagsráðgjafa störfum, veiti félagslega ráðgjöf, reikna út fjárhagsaðstoð og sjá húsnæðismál og svona. Hefur COVID haft virkilega mikil áhrif á þín störf? Ég segi kannski ekki virkilega mikil, bara svona til að spara lýsingarorð, en mikil, vissulega. Mikil áhrif, bæði á starfið og starfsumhverfið sem slíkt, eðli verkefna og hvaða tækifæri við höfum til að vinna þau, en ekki síður á mannlega hlutan af manni sem snýr að öllum þessum notendum. Og af því eins og ég nefndi áðan, fyrst kom þetta veður. Og þá sat ég veðurteppt heima að hringja út í mína skjólstæðinga til að athuga hvort að fólk hefði hita á rafmagn, kæmist í búð og hvort það væri fært bara heim á bæina. Sumir voru snjóaðir inn í einhver sólarhringa. Og svo líður tíminn og bara eiginlega fljótlega eftir vonda veðri í janúar byrjar þessi COVID-ógn að verða frekar raunveruleg hér. Og þá smá saman fór eldra fólk og þessi viðkvæmu hópar sem við erum að þjónusta að draga sig svolítið bara inn í sína skel. Allri starfsemi var hætt hér. Margir tóku ákvörðun að vera sem mest heima, láta ættingja fara að versla fyrir sig og annað. En það var náttúrulega þegar við héldum að þetta myndi ganga yfir á tiltölulega stuttum tíma. Þannig að núna horfum við fram á svolítið breyttan veruleika og viljum einmitt fá fólk til að koma og þá bara spritta sig vel og vera með grímu en að koma. Sjá annað fólk, ekki setja einn heima í marga mánuði. Af því sumir eru bara í þeirri stöðu. En við hvetjum allavega þá bara eldri borgara hérna á svæðinu til þess að nýta sér þetta úrræði. Já, ég vona að einhver komi, allavega þó ekki væri nema einhver einn til að spila við mig.